Það ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að leggja leið okkar inn í menningarhúsið Hof þar sem að yfir 500 konur í svokölluðu Lady Circle eru staddar núna og við ætlum að koma að staði. Hvað eru þær allar að gera þarna? Við erum komin hingað í menningarhúsið Hof. Það er búið að vekja töluverða lukku hérna í bænum, glæsilegar konur, eiginlega allar með hatta. Fólk spyr bara hvað er í gangi og þess vegna ætla ég að spyrja þig, hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Það er hérna alheimsþing Lady Circle samtakana. Þetta eru alþjóðleg samtök og nú eru bara hérna rúmlega 500 konur frá 32 þjóðlöndum að funda og skemmta sér. Og hvað funda allar þessar konur? Þetta er rauninni landsfundur samtakana, þannig að það er farið í fjármál og það er kosin í stjórn og góðgerðarverkefni skoðað og kosið og svona ýmislegt lagabreytingar og annað. En það þannig alltaf að vera smá skemmtun í takt við fundina sko, þannig að já. Örstuð, hvað gerir Lady Circle ef við bara til dæmis helstu góðgerðarverkefni? Það eru bæði alþjóðleg og svo náttúrulega eru löndin sjálf líka með sín innlendu verkefni og alþjóðlega verkefni síðastliðin 2 ár heiti Children of the Dump og við höfum verið að styrkja verkefni snýst það að taka börn af ruslahaugunum í Kambódíu og koma þeim á heimili og koma þeim út í lífið. Og innlendu verkefni snúast yfirleitt í okkur allan að því að styrkja fjölskyldur sem að minna með sín og kannski fjölskyldur sem hafa ekki verið mikið í kastljósinu. Þannig að kannski dásamlegt að vera þáttakandi í þessum hóp og hitta hann alla þennan stóra hóp núna og finna hverju þú ert hluti af. Já, algjörlega og einhvern orðin eru vinátta og hjálps mig og það bara er algjörlega svoleiðis. Við erum bara we are friends forever. You come from Sweden. Maybe you'll tell us a little bit about it. Why did you decide to join Lady Circle to begin with? I was invited to a meeting and I immediately felt a very strong connection with the women in the club I visited and I fell in love with the Lady Circle very fast. Can you tell us a little bit about what's going on with you in Sweden? In Sweden we are a quite big country in Lady Circle. We have just started the Lady Circle year with a big kickoff with all our club chairmen. Almost 150 chairmen came and that was a great meeting and now we are starting up our activities again. And we have a new project for charity which is Children Diabetic Foundation to support that. That is our national project and we also support of course the international project. So that's an important thing we work with. To come here to Iceland and meet all the women that are in the Lady Circle all around the world, how does it make you feel? It makes me feel very, very happy and it's a boost, an energy boost, and it's very, very nice. I have been in several meetings and it's nice to come back and meet old friends and also to make new ones. Yeah. And the hats. Everyone loves the hats. Everybody's talking about the hats. Where did you get yours? It's actually, it used to be the grandmothers of my husband. So I improved it a little bit. It looks wonderful. Og þú ert Miss Gala, það er mjög skemmtilegur starfstitill í þessu samhengi. Hvað þýðir það? Þú ert að fara að sjá hátíðarkvöldverð? Já, í rauninni loka kvöldið. Það er bara þannig að sú sem að sér að skipuleggja það kvöld, hún bara fær þennan titil og ég ber hann alltaf með stolti, sko. Og þetta er svona stærsta loka kvöldið, þá eiga allir að klæðast í fínum galafötum, það kom allir í síðkjólum voðalega fínar og Íþróttahöllin er eini staður sem ber þetta hjá okkur. Þannig við ætlum að gera höllina bara ofsalega fína í sparibúning. Íþróttahöllin og galakvöld, það þarf kannski svolítið mikið að gerast til þess að breyta því húsi í galahöll. Þetta er náttúrulega metnaðarfullt verkefni, sko, alveg klárlega. Og ég held að höllin verði sko algjörlega upp á sitt besta þarna. Ég hef nú farið á nokkrar árstíðir, sko, og við ætlum alveg að við göngum inn í bara klósettskreitingar og allt, sko. Þetta verður rosalega flott, sko. En segðu mér aðeins frá bara þinni þáttöku. Hvers vegna ákvaðst þú að vera þáttakandi í Lady Circle? Já, Hildur bauð mér á fund og ég vissi ekki þetta til að byrja með, sko. En mér langaði að prófa en ég sló til og þetta er mjög skemmtilegt af því það er svona þversnið af einhvern veginn bænum. Það er ekki endilega bestu vinkonu sem er að koma, heldur býður bara svona einhvern kunningakonu og maður kynnist þarna fólki sem maður hefði kannski ekkert annars kynnst, skilurðu. Þannig að þetta er bara ofsalega gaman.
gaman og svo auðvitað allt þetta góða starf sem samhliða í rauninni. Já, þetta er svo jákvæð samkoma, það eru allir að brosa og reyna að kynnast og þetta er svona, fólk er að reyna að gera það, sko, áslega skemmtilegt.